Framtíðin hægrisinnuð og það vinstrimönnum að kenna. Rót ástæðana með rekja til breytinga á umhverfi félagsvísindadeilda í háskólum í vestrænum ríkjum. Nýjum trúarbragðadeildum sem mála sig upp sem hefðbundnar félagsvísindadeildir hefur tekist að grafa undan þeim fjölmörgu deildum háskólans líkt og ég fjallaði áður. Þvælunni hefur síðan tekist að ná henni í stjórnmálin og í samfélagið allt þar sem í langan tíma stjórnmálamenn stýrðust af fámennum hóp sjálfstitlaðra aktivista sem í raun höguðu sér eins og siðgæðislögreglan í Íran. Þetta allt gert að sjálfsögðu í nafni mannréttinda. Þessi hópur samansettur af kviklindum, óstöðugum, sjálfstitluðum forsvarsmennum hópa sem hefðu aldrei beðið að tala væri sínu máli. Hvað þá af einstaklingum sem myndu gera afstöðu þeirra og stöðu í samfélaginu og í rauninni alla málstaði miklu verri. Blessunarlega virðist vera breyting á þessu. Þegar maður tala við kennara, háskóla, hér á landi og víðar mannist tjáð að það svona þögult samþykki að bæði skuli ekki taka mark á slíkum vísindum sem byggjast á því að flokka fólk eftir kyni, kynþætti og kynhneigð og að sporna við því að þau hafi enn meiri áhrif á aðrar vísindagreinar sem eru raunverulega vísindagreinar og að passa á að vísa aldrei í greinar sem að koma frá slíkum fræðigreinum sem umræðir. En hvernig kemur þetta stjórnmálum á Íslandi við? Og af hverju framtíðin hér á landi hægrisinnuð? Í dag munu ég fjalla þetta og margt annað. Velkomin í hlaðvarpi Pæling dagsins, ég heiti Þórarinn Hjartarson. Ef þú ert að hlusta á þetta á YouTube, þætti mér mjög væntum að þú verður tilbúin að gera subscribe á þessa rás hjá mér og það hægt að gera það hér að neðan. Ef þú vilt styrkja þetta framtak, þá hægt að gera það á partus.is/1pæling. Í dag föstudagurinn 28. júní, það virðist vera sem stjórnmálamenn að undirbúa sig fyrir keimlíkt sumar og var á síðasta ári. Við sjáum til hvernig það fer, kannski við bara komin á þann stað að stjórnmálin verði bara líka hluti af sumrinu, það er að segja, heilsás stjórnmál. Við sjáum til, það var allavega frábært fyrir mig sem að búa til svona efni, en ég veit ekki hvort það sé ákjósanleg staða fyrir samfélagið allt. En fyrir þá sem búin að gleyma, þá snéru stjórnmálina sjálfsögðu öllum hvalveðar á síðasta ári, það er að segja sumartíman, og áhrif þess á stjórnarsamband ríkisstjórnarinnar. Það spurning hvort við fáum upp einhver álíka mál í ár. Það verður reyndar að segjast að það hefur komið ávart hvað ríkisstjórninni hefur tekist að klára málin jafn smurt og raun ber vitni. Þau kláruðu útlendingamálin, listamannalaun, fæðingarorlofið með skjáttlast ekki, breyttu réttindastöðu leigjenda og að sjálfsögðu mannréttindastofnun sem að mig langar reyndar að búa til sérþáttum þegar ég fer á stúfan það hvað það nákvæmlega snýst En áður en dæmum okkur í málefni dagsins, sáuði kappræðunar í Bandaríkjunum í gær? Jæks, það fer að verða allþungbært hjá svona demókrötum vestanhafs og sérstaklega ef þeir ætla að viðhalda þeirri stefnu að tefla fram Joe Biden sem áframhaldandi forseta. En þetta var næstuði, þetta var átakanlegt að horfa á þetta. Trump að sjálfsögðu ekki að beittur og hann var kannski árið 2016 fyrir þá sem munaði þá, en hann var náttúrulega frekar svona fljótur, hann var skjótur í svörum þá, en hann ekki það í dag. Og það að fara rauk fyrir því að hann hafi ekkert staðið sér neitt frábærlega í gær, en miðað við Biden, þá stóð hann sig einfaldlega bara frábærlega. En það spurning hvort að Demókratar ná einhvern veginn að ná sér upp úr þessu. Þeir ætluðu náttúrulega að tefla fram Gavin Newsom sem að ríkisstjóri Kaliforníu og demókrati. Það var mikið umtal það að hann væri svona nýji leiðtoginn áður en langt liði og hann talin vera svona einn af þeim líklegri það að taka við málunum, en það hefur náttúrulega dregið, það hefur súrnað eins svona, hvað ég að segja, hans kostgæfni út af því að málin í Kaliforníu náttúrulega orðin hræðileg og það mikill flótti hefðbundis fólks þaðan og það var alltaf einhver svona samsæriskenning að það væri allt í bál og brand, en núna það orðin einföld sannindi að í San Francisco og Los Angeles að þá þau bara í mjög vondum málum. En Gavin Newsom var einmitt til viðtals í gær þar sem hann sagði að demókrataflokkurinn ætti ekki að gefa upp á bátinn forsetefnið, það að segja Joe Biden, þrátt fyrir eina vonda tilraun til þess að koma í svona kappræður. En hugsið líka þeir eru núna að gera þetta 6 mánuðum, þeir eru ekki orðnir frambjóðendur flokkana. Ég veit ekki, kannski var þetta testrun á Biden, kannski þeir að gera þetta svona til þess að þeir geti skipt honum út á svona
þægilegri máta. En sko, ég var til dæmis að horfa í gær á hérna kosningabaráttu 2021, það er að segja Íslandi. Og þar er Sigurður Ingi og Katrín og Bjarni og Sigmundur Davíð og hérna Glúmur sem að muni eftir honum, það var mjög áhört að fylgjast með honum, litu miklu unglegir út. Og þá velti maður fyrir sér, sko, ef Joe Biden er orðin svona í dag, hvernig verður hann eftir 4 ár? Hvernig er síðasta árið? Þú veist, það er nú ekki að vera að segja að hann verði inn í öndunarvélskilji, en þetta er ekki gott, sko. Og eins og segi, það er, sko, Trump var ekki frábær, en hann, þú veist, það myndi allir líta frábærlega út í samburði við Biden þannig. En sko, það sem að mér langar að fjalla í dag, þetta er ekki alveg óviðkomandi umræðuefni dagsins og það er þetta nýja hægri. Ég hef verið að ræða við svona ýmsa aðila undanfarna daga. Það er að sjálfsögðu mismunandi skoðanir af hverju þetta stafar, en það eru ótrúlega margir sem maður hittir sem að telja einfallega sko sjálfa sig ekki geta samsamið sig með neinum af vinstri flokkunum í dag. Og þetta eru kannski gamli vinstri menn sem að segja bara, heyrðu, vinstrið er alveg búið að tapa þræðinu. Og að mínum mati er það náttúrulega út af því að vinstri flokkar hér á landi hafa sko alfarið byggt sig undir eða jafnvel verið teknir yfir af réttrúnaðinum. Og nú veit ég alveg að ég ræði þetta í hverjum einasta þætti og það hugsaðlega sem, já, það er hægt að blaðra endalaust réttrúnaðin, en hversu lengi nennir maður að hlusta? Og ég næstu í skila ég næstu í skila að vera ekki að nenn að hlusta á þetta, en ég myndi aftur á móti sko benda og biðla til viðkomandi að hugsa aðeins sko hvernig undanfarin ár hafa verið í þessum efnum, því að þetta hefur verið náttúrulega sko miðpunktur allrar stjórnmálaumræðu bara undanfarin ár. Við erum með Me Too, Black Lives Matter, COVID sem var náttúrulega mjög samofinn réttrúnaðinum þó svo að það virtist ekki verða í fyrstu, í með svona LGBT trend og svo loks náttúrulega stríðið í Ísrael og Palestínu. Það sem að sko í öllum þessum málefnum var náttúrulega flónum leyft að taka verðugan málstað og hlaupa meðan eitthvað það sem að enginn gat fyllt eftir og náttúrulega eyðilögðu málstaðin en komu sjálfu sér að sjálfsögða á framfæri. Og á hverju nefni ég þetta í samræmi við aukningu og fylgi flokka sem hafa verið kallaðir svona öfga hægri flokkar í Evrópu og reyndar víðar? Jú, út af því að stjórnmálamenn bregðast kjósendum með því að ávarpa ekki áhyggjur þeirra og eiga raunverulegar sko samræður. Og þegar maður segir þetta, þá hljómar þetta í rauninni einfalt. En það eru samt blikur á lofti og stjórnmálamenn víðsvegar heiminn virðast hvergi nærri verið búin að átta sig á þessu. Að fylgjast með sjálfstæðisflokknum í dag er eins og að horfa á svona, þetta er eins og svona óþreyjufull manneskja að bíða eftir strætó sem þú sást fara fyrir hálftíma. Og sko, auðvitað vita þau þetta, en afsökunin er kannski svo að þeir eru í þessari 3 flokka ríkisstjórn, en ég myndi sko, það er aftur á móti of margir, og þá er ég sérstaklega að beina þessu til Sjálfstæðisflokksins þó svo að þetta sé ekki einskorðað við þá. Það er of margir sem að svona tala ótrúlega mikið mál sem öllum er drullu sama eða mæta á afturlöpunum við viðtölum. Og ég er ekki að segja endilega að þetta séu sko málefnin sem að öllum er alltaf drullu saman. Ég er miklu meira að segja bara þetta eru mál sem að fólk er kannski ekki endilega að spá í 9,25% stýrivöxtum. Svo bara þetta Sigmundur Davíð og Bergþór Óla og þurfi ekki annað en að segja bara hei, ég skal tala eins og hefðbundin manneskja fyrir svona 10 árum. Og þeir bara raka inn jafnmörgum atkvæðum og sjálfanir samkvæmt skoðanakönnunum. Og nú kann einhver að segja, jú, hei, býttu nú við, Tóti, þú ert að þvæla eitthvað hægrið þegar það er vissulega sko vinstri flokkur sem að leiðir í skoðanakönnunum með kringum 30% fylgi hérna hér á landi. Og já, skoðanakannir virðast í raun benda til þess gagnstæði sem ég er að tala og ég geti bjargað með því að segja að við getum bara horft til Evrópu og hvernig þróun málaði þar, en ég vil aftur á móti standa svolítið fast á því að þetta sé vissulega að gerast líka á Íslandi og svo að við séum að taka eftir í á svona, það eru blæbragðamunur og ekki spurning, en þá kem ég að sko megin punktinu mínum og það er sko að það er ekki hægrið sem er búið að ákveða að framtíðin verði hægri sinnuð. Það er búið að ákveða af vinstri væng stjórnmáluna. Fyrir aðeins örfáum árum þá þótti það hægri sinnað að vera á móti of mikilli miðstýringu ríkisvaldsins, að vera hlynntur lægri sköttum og að samtryggingin yrði ekki þannig úr garði gerð að það væri skynsamlegra að vera utan vinnu heldur en að vera út af vinnumarkaði og vera náttúrulega að taka að sér kannski svört störf og fleira þvíumlíkt og var náttúrulega líka að því opinbera væri ekki að
sóa skattfé í þvælustörf til dygðaskreitingar eða til að koma vinum sínum í þægileg innistörf og svo svona hefðbundi vinstri flokkar færðu rök fyrir því að aukin velsæld og framþróun væri studd af sterku velferðarkerfi þar sem að fólk væri líklegra til þess að heyja sig frammi með svona sterkt öryggisnet sem að væri þá til staðar fyrir þá sem að mistiga sig í lífinu og væri því líklegri til þess að ná einhvers konar bata til þess að verða sjálfbærir einstaklingar að nýju. Þannig að það var alltaf, þegar við heyrðum þetta er kallað fjárfesting að koma fólki í erfiðleikum til aðstoðar með aukinni mannúð. En í dag er þetta bara allt öðruvísi. Öfgahægri hópar öðlast slíkan titil í rauninni bara á einu málefni og það málefni eru útlendingamálin. Og ég fór og kynnti mér efnahagsstefnu öfgahægri hópa í Evrópu og komst að því að ég held að ég var með lista, ég held að sé meiri hlutin sem er rauninni með mikla vinstri stefnu í efnahagsmálum. Öfgahægri flokkurinn í Frakklandi til að mynda talar að verja frönsk fyrirtæki með tollum og höftum. Þetta er semst flokkur Marine Le Pen sem heitir Nationalist Rally. Bræður Ítalíu, flokkur Giorgia Meloni talar fyrir því sama, tollar og höft. Vox á Spáni talar vissulega að lækka skatta en að auka miðstýringu ríkisvaldsins og að auka í rauninni vald ríkisvaldsins. Frelsisflokkur Geert Wilders í Hollandi talar fyrir sterku velferðarkerfi fyrir hollendinga. Sannir Finnar tala það sama sem heitir welfare chauvinism eða velferðar þjóðarækni. Svíþjóðardemókratar gera það sama. Danski þjóðarflokkurinn sem er náttúrulega ekki jafn sterkur eftir að Mette Frederiksen tóku upp í útlendingamálum talar fyrir enn sterkara velferðaríki en bara fyrir Dani. Lög og regla í Pólandi ganga mjög langt fyrir stækkun velferðarkerfisins enn stærra en það er í dag og að það er nota skatta og tolla til að verja pólsk fyrirtæki. Ungverjaland gera það sama, flokkur Orbán. Grikklandi talar Golden Dawn, ég veit ekki hvort það sé búið að íslenska Golden Dawn, gilda, eða eitthvað hannig. Þau tala sterkt og miðstýrt ríkisvald og meira vald til ríkisins, Slóvakíu sama og stærra velferðarkerfi. En þetta er allt hópar sem eru kallaðir öfgahægri hópar og það er rauninni þeir eiga ekkert sameiginlegt. Þannig að eins og sjáið, þá snýst þetta ekkert hið hefðbundna hægri. Þetta er orðið bara nánast samheiti samt sem áður fyrir alla þessa ólíku flokka og það eina sem að sameinar þá eru útlendingamálin. Og núna hefur ESB ákveðið að fara hart í þessi mál og að bregðast við náttúrulega aukinni þróun í því að það séu þessir hópar og flokkar sem að vilja taka yfir ESB og ESB er að bregðast við með því að gera nákvæmlega það sem að þeir eru búin að vera að tala Er þá ekki hægt að fara rauk fyrir því að ESB sé öfgahægri stofnun? Þannig að Viðreisn sem verður öfgahægri hópur ef þeir halda áfram að tala eða flokkur, ef þeir halda áfram að tala inngöngu í ESB. Ég veit það ekki. En við verðum engu af þessu verður náttúrulega Ísland undan þegið sem að gera þetta náttúrulega áhugavert því að við erum náttúrulega í samstarfi við ESB og sérstaklega hafa gennum Schengen og aðra stofnanir í landamæra vinnu. Og hvað þýðir þetta? Núna þegar það liggur ljóst fyrir hvað það þýðir það liggur henni ljóst fyrir að þessi öfgahægri hyggja, það hefur oft, ég veit ekki, það er frekar fyndin mynd, kannski hendinni með hliðina mér. Það öfgahægri er orðið í rauninni allt sem er rétt vinstra megin fyrir miðju og allir sem eru ekki alveg á næstu jaðar vinstra megin eru orðnir öfgahægri. Þegar við eflaust séð myndina Hitler, everybody that disagrees with me is Hitler, en sem var fyndið fyrir einhverjum árum, en núna er þetta í rauninni ekkert það frábrigði sem að gerir þetta áhugavert í samhengi við Ísland. Því hvað gerist þegar samfylkingin kemst í stjórn sem að þeir nánast óumflýjanlega munu gera? Verður stefna þeirra öfgahægri sinnið ef þau tala fyrir stefnu Mette Frederiksen á Íslandi? Og hvað er þá orðið hægri sinnað? Því að þetta er náttúrulega skilgreiningadriði sem er kannski það sem að mér langar helst að fara rauk fyrir í dag. Þetta er skilgreiningadriði, þetta snýst ótrúlega mikið skilgreiningavald bæði fjölmiðla og dagskrárvald fjölmiðla eru varðar þessi mál. Og
sko þessi öfga hægri stimpill hefur bara verið svona slegið fram í bara eitthvað og það engin hægri sinnaður í dag út af því að maður veit ekki svona hvað það þýðir. En að mínu mati hafa áherslur undanfarin ára breyst mikið varðar einnig vinstri málefnin. Félagsleg undirboð voru til að mynda mikið til umræðu fyrir ekki svo löngu, ætli það hafi gerið 2019 þegar að Drífa Snædal var ótrúlega mikið að tala þetta. Hún var að tala gulu stéttafélögin sem voru sköpuð til þess að búa til sérreglur fyrir ákveðnar stéttir til þess að fyrirtæki kemist hjá því að greiða og svona starfrækja sinn rekstur undir formerkjum réttinda þeirra sem að voru hjá öðrum stéttafélögum. Annað sem að þótti mikið áhyggjefni var svona umsvif svona verklega eða starfsmannalega. Það sem að fólk var í vinnu gegnum einhvern svona umboðsaðila og hægt var að fá fólk í vinnu á ákveðnum kjörum. Þetta var fólk sem að bjó saman við aðstæður sem að þótti að mörgum og líklega réttilega óviðunandi. Borguðu háa leigu, leigðu bíla, ótrúlega margir saman í bíl. Ég held að sé ennþá í gangi sko, því að maður sér oft svona rosalega marga útlendinga saman í bíl á morgnana og það maður getur lagt saman 2 og 2 þar. Og þeir leigja sko bílinn allir saman og að leigja bílinn á einhverja fáránlegar fjárupphæðir. Svo kom náttúrulega upp hræðilegt mál á Bræðraborgarstíg 1 þegar að nokkrir létu lífið í hræðilegum bruna, en þetta var HD-verk sem að átti þá starfsmannaleigu sem ég man ekki, það var eitthvað 50 manns eða eitthvað sem voru skráð inn á sama heimilið. Náttúrulega bjugga ekki allir þarna sko, en það voru nokkrir sem að létu lífið og þá komum mitt upp svona umræða kjör erlendra aðila sem voru hér að vinna hinn ýmsu störf. En þetta ekki jafn mikið til umræðu í dag og það erfitt að setja puttan á það sko nákvæmlega hvenær þetta gerðist, en þetta hafi ekki verið svona síðasta vígi hefðbundra vinstri stjórnmálana. En þau snúast í rauninni ekkert efnahagsleg málefni í dag. Jú, umræðin eitthvað haldið uppi á samstöðunni en það að mestu bundin við, þú veist, það það sem þeim finnst mest spennandi oft á tíma, sko hlustendum kannski er ég vera leiðilegur, ég dýrka samstöðunni, ég hlusta mjög mikið á hana og ég veit að það eru margir sjálfar sem gera það líka, en það ótrúlega mikið af þessum jaðarmálefnum sem sko ég held bara að ótrúlega margir, maður tekur eftir þessu þegar maður að fyrir sem sósíalistaspjallið, þar sem að fólk með ótrúlega margar hugmyndir þessi jaðarmálefni, en það fer ótrúlega mikið púður í að ræða þessi jaðarmálefni sem ég held bara að langflestum og sérstaklega fólki sem á sart að binda efnahagslega drullusamum. En fátt kemst jafn mikið á vinstri væng stjórnmálana í dag eins og útlendingamál sem eru ekki með dvalarleyfi og ekki með vinnuleyfi og Palestína. Og ég skil það upp á vissu marki að fólk vilji vekja athygli á þessum málum, en það ekki mikill hljómgrunur fyrir því meðal kjósenda Íslendinga. Og það sem ég myndi segja að þetta kemur bersýnilega ljós í skoðanakönnunum. Þar sem að Samfylkingin tala fyrir málstað barnina fólks og þeirra sem að glíma við þyngri húsnæðisbyrði og þeir sem eru innan velferðarkerfisins. En á sama tíma þá eini flokkurinn sem mælist inni sem að skilgreinist svona innan ramma þessa nýja vinstris eru að ég myndi segja sko Píratar. Og án þess að vera leiðilegur þá veit ég ekki einu sinni hvað þau standa fyrir eða hvað það að vera til vinstri. Sko Píratar eru náttúrulega með hugmyndir það eitthvað svona aðhald gagnvart tækni sem mér endar finnst mjög áhugavert, en svo þetta mestu bundi við að finna mest woke málefni á hverjum tíma, tala það og segja ég er lengst þannig og vonast til að fá meiri atkvæði. Og þú veist, þetta í rauninni nýtt fyrirbæri að vinstrivangurinn sé fyrst og fremst bundin við slík mál, en Kristrún Frostadóttir í þessu máli, líkt og í fjölmörgum öðrum þessa dagana, gríðarlega áhugaverð breyta. Hún sögð hafa fært flokkinn til hægri með sinni yfirtöku sem náttúrulega skrítið og þetta kemur svo mikið inn á þetta skilgreiningatriði, því að sko Kristrún að tala efnahagsmál og að það þurfi að taka meira af hinnu ríku til þess að búa betur velferð, að barneina fólk eigi að hafa í sig og á, og að þeir sem eru sko innan velferðarkerfisins séu að fá betri kjör. Og eins og ég segi, þetta á alltaf að vera einhvern veginn fjármagnað af hinnum ríku, ekki miklar á að gera því að hinnum ríku munu fara eitthvað annað, en ok, þetta sjónarmið og alls ekki eitthvað sem að sko hugnast mér, en þetta samt hið hefðbundna vinstri.
og svo ég einbyrði nú aðeins á þetta sko, þetta skilgreiningatriði svo mikilvægur þráður í þessu öllu. Þú veist, hvað öfgahægri? Því ástæðan fyrir því að ég held að sko, framtíðin sé hægri sinnuð, svo ég nefnum það bara aftur, það ekki hægri en að kenna. Það út af því að ég held að sko, og þetta snýst ekki það að hægri muni hafa einhver svona blómatíð, við erum ekki að fara að sjá einhverja hugmyndir Reagan og Thatcher sko, ná einhverja endurlífgun eða eitthvað fleiri þjóðum. Ég rauninni með miklu tortryggnandi sín á þessi mál, sérstaklega vegna þess að sko, grunnfélagslegu undirstöðunar ekki alveg fyrir hendi eða allavega ekki eins og best var á kosið. Ástæðan fyrir því ég held að framtíðin sé hægri sinnuð bara út af því að sko, vinstrið ákvaða. Allar hefðbundnar skilgreiningar á því hvað sé að vera vinstri sinnaður hafa farið svo langt frá því að vera á efnahagslegum forsendum að það var alltaf hægt að sko, greina það og vera nægilega mikið á tánum til þess að sko, þóknast þessum móðgaðasta vinstrimanni hverju sinni sem einhvern veginn tekst samt einhvern veginn að stýra því hvað kemst á dagskrá og hvað ekki. En eins og allir taka eftir þá gera þau fátt annað en að útskoða hvort öðru þegar ágreiningu kemur upp. Þannig að sko, og það búið að vera að tala svo mikið um það það er svo mikið áhyggjefni hvað samfylkingin að missa marga út. Ég held sem drullu sama. Ég held að sé sko bara frábært fyrir þau að sé nákvæmlega að missa það fólk út sem að þau hafa ekkert að gera við. Og sko ég held að það sem annar kannski mikilvægt í þessu svo ég greina þetta aðeins betur sko, ég held að sé rétt hjá vini mínum honum Jakobi Bjarnari að réttrúnaðurinn einskorðist ekki við eina hlið stjórnmáluna. Hann mjög mikið honum finnst mikilvægt að nefna þetta og ég held að þetta sé rétt hjá honum. Ég held að sko á mismunandi tímum hafa hægri menn og vinstri menn stundum á sama tíma, oftast á sitthvorn tíma gerst sekir að ganga offorsi vegna réttrúnaðar hugsunar. Að því sögðu þá held ég að þær hugmyndir hafi færst frá hægri væng stjórnmáluna fyrir svona 20 árum þegar við vorum að sjá hluti eins og svona móðgað fólk á hægri vængnum sem að voru með særða bliðanakennd vegna brandara grínista yfir á vinstri væng stjórnmáluna þar sem að vinstri menn ákvaða að verða móðgaðir yfir bröndurum grínistar. Sko grínistar, þegar maður pælir í grínistar rauninni ótrúlega áhugaverð mælistika hvar landið liggur í þessum efnum því að sú hlið sem móðguð yfir bröndurum líklega hliðin sem gynkeypt réttrúnaðinum. En sko punkturinn minn í þessu öllu einfaldlega sá að ég held að meðvirkni vinstri væng stjórnmálana hafi gert það að verkum að hvorki stjórnmálamenn né forystu flokkana sjálfra það að segja sko hafi skilgreiningavald yfir eigin stefnu eða jafnvel skoðunum. Sko svo ég nefna trúið því einhver til að mynda að Orri Páll Jóhannsson og Svandís Svavarsdóttir sé ekki á móti þjóðarmorði og að sé sko að þeim finnst bara svona já nei ég svona vil vera þeirri hlið sem hliðholl þjóðarmorði og þú veist það svo klikkað að fylgjast með því bara svona að ríkisstjórnin á Íslandi beri sko ábyrgð á þjóðarmorði í Mið-Austurlöndum eða sko jafnvel svo ég gangi lengra sko heldur ég alveg að tala að Bjarni Ben sé ekki á móti þjóðarmorði trúið ég sko einhver í alvörunni að þau séu ekki fyllt hryllingi við að sjá myndböndin af því sem að gerast og vilja því ljúki sko að sjálfsögðu ekki en það ekki þeirra að ákveða hvað þeim finnst. Það búið að ákveða að ef að vilji væri fyrir hendi þá getur íslensk stjórnvöld mótað afstöðu sína með slíkum hætti að þau getur bara komið í veg fyrir eða haft áhrif á þróun mála í Mið-Austurlöndum. Flestum þykir að sjálfsögðu sko það vera fásinna að sama ríkisstjórn og getur ekki skapað umgjörð þannig að húsnæði sé byggt að drengir geti lesið sér til gagns eða raforka dreifist með skilvirkum hætti til landsbyggðarinnar sé að fara að stöðva stríð eða hafa áhrif á stríðsrekstur í Mið-Austurlöndum. Og sko ég hef stundum velti fyrir mér hvernig það að taka ayahuasca og sko sumir hafa sagt að þú veist að þriðja auga opnist og eitthvað en ég held að svona að maður fyllirist örgulega bara einhver svona ranghugmyndum og með líðstundum eins og ég sé að fylgjast með ayahuasca inntöku þegar maður fer að lesa á Twitter og eitthvað fleira því svona afstöðu íslenskra stjórnvalda til Palestínu og hvernig þeir að grípa inn í. En ég veit ekki hvernig sko kannski ég með rangar hugmyndir, ég veit ekki, kannski ég í bullinu og þetta væri allt hægt en mér finnst það bara að vera einkennilegt. Sko samfylkingin eru þau orðin hægri flokkur? Einhverjir myndu eflaust segja það
og þannig komum við einmitt inn á þetta sko, eins og segi, enn og aftur þetta skilgreininga atriði. Hér til dæmis Helga Vala að lýsa nýju breytingunni í spursmálum hjá Stefáninari. Kristrún Frostadóttir, hún mjög ósýnileg í þessu öllu saman. Hún spilar engan stórleik í sambandi við vantraustið og í fleiri málum, eins og í útlendingamálunum. Þar bara skilar hún ásamt sínum litla þingflokki auðu. Er þetta ekki rétt mat? Já, þetta örugglega bara rétt mat. Að hún auðvitað mjög klók og fattar það að vera ekki að þvælast fyrir þegar óvinnurinn að eyða sér innanfrá. Þannig að þetta bara mjög snjallt hjá henni. Þetta meðvitað sennilega? Já, mér finnst það mjög líklegt. Ég meina það auðvitað hluti af þessu mikla fylgi sem að Samfylkingin að uppskera núna í þessum könnunum. Er bara það hvað ríkisstjórnin rosalega léleg. Hún bara ekki stuðningur við Samfylkingin líka? Jú, líka. Ég meina þetta eru mjög vel strúktúrerað hjá henni og hennar svona fylgitunglum hvernig þau að gera þetta og þau gera þetta mjög vel. En það rétt hjá þessu fólki sem hefur sagt sig frá störfum að þau séu að brjóta? Nei, ég meina það er ekki viðsnúningur í stefnu flokksins í ákveðnum grundvallarmálum og það bara þannig. Það ekkert hægt að horfa fram hjá því. Mannréttindin hafa verið hliðsett í nýju Samfylkingunni og það bara markvisst ákvörðun að hafa það þannig. Sama með svona umhverfismálin og náttúruverndina og svona sem að líka hafa verið svona kjarnamál, þau eru líka sett til hliðar. Þannig að það verið að búa til og ég meina þau tala það þannig sjálf. Formaðurinn talar þannig. Þetta ný Samfylking. En að mannréttindi séu hliðsett. Og hún greinilega, þessi nýja Samfylking bara greinilega nýtur mjög mikillar hylli. Þannig að almenningu virðist frekar vera á því að hliðsetja mannréttindi og umhverfis- og loftslagsmál. Hvað að hliðsetja mannréttindi? Í hverju birtist þetta? Í því að leggja ekki lengur áherslu á þau mál, að það séu ekki þau mál sem að flokkurinn talar fyrir, að taka upp orðræðu í rauninni systurflokks Samfylkingarinnar til dæmis í Danmörku þegar kemur að málefnum fólks að flótta. Það auðvitað grundvallar stefnubreyting. En hún virðist virka. Virðist falla í kramið? Já, en ég heldur reyndar að þessi 30% sé ekki að merkja sig á flokkin út af þeirri stefnubreytingu. Það miklu frekar en þú segir, það auðvitað lykilfólk sem að fara. En það, eins og ég heyrði varaformanninn segja, það allt í lagi. Það bara gefur maður í mann stað og það eitt áhugavert í þessu og það að mannréttindi og útlendingamál eru orðin að svo virðist samheiti. Það að segja að ef að flokkur hefur ákveðna skoðanir útlendingamálum þá sá hinn sami flokkur að gefa upp afstöðu sína gagnvart mannréttindum. En það einkennilegt að hafa áhyggjur af því að taka á móti mjög stórum hópi þar sem að mannréttindi, það að segja frá menningarheimi, þar sem að mannréttindi teljast til undantekninga og það að það geti haft einhvers konar áhrif á kjósendur í þeim sömu löndum eftir ákveðin tíma og sérstaklega ef að það engar hömlur á því hversu mörgum hægt að taka á móti. Ég veit það ekki, eða jú, ég reyndar veit að það alveg eðlilegt áhyggjefni og það alveg eðlilegt að kjósendur þess í dagsins í dag hafi áhyggjur af því. Það alltaf talað annað, ég ætla nú ekki að fara á loftslagsmálin en ég meina, þetta er bara í hug, það alltaf vera að tönglast að því að við þurfum að passa upp á það að við séum að skilja samfélaginu af okkur þannig að það sé jafn gott og þegar við tókum við því og ég meina og núna ég örugglega móðgangur en ég meina það kemur þessu við allir sem hafa ferðast til þriðja heims ríkja vita alveg að það mjög vont og ég meina stundum að hlusta á sögur þá langar mann bara að fara og grípa í taumana. Ég skil alveg þennan eldmóð sem að fólk mjög mikið með og ég meina ég skil alveg að það ekki eðlilegt kannski að vera að horfa á fólk sem að flýja landið í einhverjum illa búnum bátum og koma til Grikklands og vil ekki koma til aðstoðar. Ég skil það bara vel. En þetta bara ekki svo einfalt. En kjörnum þetta eins. Ég ætla að fjalla annað myndband sem mér þykir áhugavert sem að Konstantin Kissin sem að grínisti og álitsgjafi í stjórnmálum sérstaklega í Bretlandi en víðar líka. Hann
hérna á rætur sem er ekki til Rússlands og misti mitt, ég held að það komið fram í þessum emmati, misti hérna ættmenni í helförinni. Fyrir áhugasama þá tók ég viðtal við hann í hlaðvarpinu Ein pæling þar sem ég ræddi við hann breytingu í stjórnmálum í vestrænum löndum. Það er þáttur númer 172 í hlaðvarpinu Ein pæling og hann er einn á YouTube. Ég ætla að setja hlekk í lýsingu á þessum þætti fyrir áhugasama sem að vilja skoða það betur. En hér er hann að tala það hvernig stoppa skuli öfgahægrið. The predictable success of so-called far-right parties in elections across Europe in recent days, combined with the Reform Party leapfrogging the Tories in one of the latest polls here in the UK, has naturally produced a glut of hyperventilating commentary from the world's media, led, as usual, by The Guardian. It would be tempting, understandable, and mostly correct, to dismiss this reaction as a coping mechanism our elites use to process the rebellion of the ordinary man against their policies. Mass immigration, an obsession with multicultural utopia, failure to ensure order and enforce the law, and all the other forms of extreme behavior that are never described as such, as I'll cover in an upcoming video. Having attempted to suppress dissent against their progressive agenda through a combination of overt censorship on the one hand and political correctness on the other, those who control the media narratives have created a situation where the allegations they so readily level at their fellow citizens are no longer taken seriously by a significant portion of the public. As someone who lost family members in the Holocaust, I've become increasingly disgusted by the way these people have utterly debased very important words like Nazi, fascist, and far right over the past decade. What makes it worse is they have done so with utter cynicism and no regard for the obvious consequences. The point of words is to describe reality in a way that generates consensus. Far right used to mean skinheads, neo-Nazis, and white supremacists. Now it means 1990s liberals who believe in well-managed migration, being careful with big pharma, and women without penises. When the term far-right is routinely used to describe people whose major crime is to have voted for Brexit or dared to publicly oppose giving 5-year-olds puberty blockers, the inevitable consequence is that if everyone is far-right, no one is. This is a dangerous place to be, given that some people really are far-right, and being able to call them this and be taken seriously is important. Given the frustrations many people rightly feel about the way the mainstream parties and their media facilitators have run our countries, it is tempting to turn a blind eye to the fact that while The Guardian will screech far-right at anyone and everyone, lurking within these populist revolt movements are some genuinely unsavory characters. So, how do we stop this becoming a problem? The moment has come to open your eyes and face reality. Successive governments across Europe have acted against both the wishes and interests of the silent majority for decades, by raising immigration to unprecedented and unsustainable levels, by printing money to fund unaffordable spending, by creating a legal framework more concerned with the human rights of criminals and terrorists than the right to life, freedom, and the pursuit of happiness for the law-abiding majority, by introducing wacky and outright harmful ideas into the education system, by denigrating the history of our countries and our civilization, by encouraging identity politics and racial divisiveness, and by censoring and cancelling those who dared to say no. What you're witnessing is a natural and predictable correction. I say it is predictable because I've been predicting it for years. Your time of forcing your worldview down the throats of your fellow citizens is coming to an end. The sooner you accept this, the less painful it will be, for you and for the rest of us too. The way to stop the far right is to listen to your fellow citizens, hear their concerns, and act accordingly. Naturally, I do not expect the people I'm attempting to reach to heed this call. On the contrary, I expect them to double down, dig their heels in, and screw the lid of the pressure cooker on even tighter. Sko, ég bútaði þetta aðeins niður því að ég vildi ekki hafa þetta of langt, en það er hlekkur í lýsingu á þessum þætti líka sem að fyrir þá sem að vilja horfa á þetta í heild sinni. En í raun ætti þetta ekki að vera flókin vísindi. Það er að segja eins og hann lýsir þessu og ég menna eins og ég er búin að lýsa þessu í dag. Í stjórnmálum hefur verið fjallað að á svona 9. áratugnum hafi verið svona, já þetta var svona hámark millistéttavæðingarinnar. Það var svona byrjar á 5. áratug eftir stríðsárunum, þið þekkið þetta sem að maður kemur heim, það er ein fyrirvinna og kemur heim og það er matur og 2 bílar og hérna svona urbanvæðingin, nei hérna fyrir ekki svona útkverfavæðingin. En þetta er náður þess að hámarki á 9. áratug stjórnmálana og þá hafið mitt sko stefna stjórnmálflokka eða stjórnmála svona kosningahegðun
hafi breyst frá því að vera svona í hefðbundnu flokkstarfi í það sem heitir svona catch-all parties, það sem að frambjóðendur fara og máta sig við sameiginlega þætti við kjósendur, svona, þú veist, svona við erum sama manneskjan. Bill Clinton var til dæmis frægur fyrir það að móta sig sem frambjóðanda sem að væri gaman að fá sér bjór með, og ég held að það sé ennþá eftirspurn eftir slíkum stjórnmálamönnum. Það er að segja, ég held að þetta sé ennþá það sem einkenni kosningahegðun. En vinstrið hoppaði þá gildur að máta sig eftir móðguðu fólki með jaðarskoðanir. Þetta náttúrulega gerist örgulega með samfélagsmiðlum núna þegar ég pæli í því. Þetta er náttúrulega bara, þú veist, þegar móðgast að manneskinn kemst á Twitter og byrjar að bladra það hvað það sé allt sé ómögulegt og ekkert henni að kenna, aldrei henni neitt að kenna. Og vinstri vængurinn einhvern veginn fór að segja bara, já, heyrðu, þetta er manneskinn sem er líklegust til þess að vera svona meðal kjósandinn. Að sjálfsögðu var það náttúrulega ekki, en hægri menn, þeir einhverjum óskiljanlegum ástæðum fylgdu henni bara eftir. Og það er henni út af þessu sama sem ég ræði án með MeToo, Black Lives Matter, COVID, LGBT trendin og allt það dót. Það er henni bara hægri menn einhvern veginn hoppuð át, og þá er ég ekki að segja að þetta sé ekki verðugir málstæður eða eitthvað sé ekki athugavert. Ég er miklu meira bara að tala um það að sko, skilgreiningavaldi og bara eðlilegar skoðanir fóru svona skilgreinast eftir einhverjum svona ótrúlegum jaðar þarna. Þetta er svona, og þetta er alltaf sama fólki, sko. Þetta er hérna, muni eftir þessu þegar þið voru í Krónunni eða eitthvað, voruð út í búð og það kom bara einhver svona froðuferðandi manneski upp að þér yfir nefið og maður bara, ertu eitthvað bilaður? Og maður, þú veist, þetta er manneski sem vissi ekkert um ástandi, kannski varð manni flögurt eða var með öndun að fara sjúkdóm sem að olli því að gast ekki verið með hérna grímu, en nei, það var allir með grímu, sko. Svo eins og gerist í Bandaríkjunum þar sem að, sko, mótmæli, það er að segja, munið hérna þegar Black Lives Matter voru með mótmæli sem að náttúrulega ollu miklu fleiri hérna, ja, ollu því að miklu fleiri þeldu ekki dóu í kjölfarið frekar heldur en að bjarga mannslífum. Ollu því að hérna, já, umræðan fór að snúast það að mótmæla væri ekki það væri ekki hægt á smitum eða fólk væri að mótmæla, og við voru þetta klikkaði tíman maður einhvern veginn svona, þegar maður fyrir að rifja þetta upp þá gerir maður sér greins bara, djöfull, mistu við vitið. En þrátt fyrir, sko, eins og segja, þrátt fyrir að allir stjórnmálamenn hafi farið frá þessari catch-all hugmynd, og þá er ég líka að tala um hægri menn, og hoppa einhvern veginn á einhver svona jaðarvagn sem var bara dregin bara tauminn, skilur við, hægri menn fóru ekki jafn langt á vinstrið, en fóru samt nægilega langt til þess einhvern veginn að missa tiltrú. Og sko, ég held að, eins og segja, ég held að kjósendur og sérstaklega í svona millistéttar stjórnmálunum séu á þessum catch-all, það er að segja bara einhverja manneskja sem er bara venjuleg. Og nú snýr umræðan einmitt, sko, en segi að allir sem eru ekki á fáránlegustu jaðarskoðun hversdagsins eru orðnir öfga hægri menn. Og ég held að það sé, sko, rétta sem að Konstantin nefnir í lok þessara stötu klippu það, sko, að þurfa flestir held ég bara að heyra þessi skilaboð það að, sko, þú sért kannski bara að tala eins og venjuleg manneskja fyrir 10 árum. Það ég held að kjósendur séu langflesti þar. En þessi skilaboð, eins og hann nefnir, munið mitt ekki ná kannski endilega inn á þann markað sem að þau þurfa að komast inn á. Og þannig mun áhrifafólk hér á landi halda áfram að nýta völd sín innan stofnana til þess að verja eigin hagsmuni og hugmyndafræði á kostnað þeirra sem að greiða þeim laun fyrir að gera það. Ég held að ég sé að lýsa sama ástandi hérna. Stefáninnar og Hörður Ægis og Gísli Freyr voru í þjóðmál núna með það að ræða þetta sem þeir man ekki hvernig er orðið þetta. Þrælarnir væri að greiða laun þræla haldarana, og mér finnst það í rauninni vera svolítið þannig. En ég ætla bara að ljúka þessu. Kannski er nýja samfylkingin það sem að við þurftum. Kannski er þetta þessi öfga hægri flokkur sem að við þurftum. Flokkur sem að vissulega talar ekki fyrir minni hugmyndafræði. Hann tók aftur á móti séns með því að hlusta á áhyggjur lang flestra kjósenda í þeim málunum sem enginn þorir að tala um. Í sumu skilaði þau náttúrulega auðu, en ég held, sko, ég reyndar, sko, ok, ég ætla ekki að segja að þau séu endilega að tala einhver máli þeirra sem að þorir ekki, en þau eru allavega að signala það að þau séu ekki algjörir svona hugmyndafræðilegi brjálæðingar sem ætla bara að mæta froðufellandi í pontu yfir því að, sko, einhver móðguð manneskja á Twitter sagðist eiga svo bátt. Sko, já, kannski eru þau að skila auðu, en
maður hlustar á sjálfstæðismenn og er að hlusta á það að segja hérna, já þau eiga eftir að móta sér afstöðu þarna og afstöðu þarna. Ég held bara sko að þau sé að skila auðu í þeim málaflokkum sem enginn er að spá í. Og sko svo er þetta spurningi sko, mun það gera þau að öfga hægri flokki? Ég veit það ekki, líklega í partíum einhverja umrætara jaðarhópa, en ég held sko að þeim sem að er raunverulega sama séu það sem að þau sem eru að fara að kjósa þau, og ég meina 30%, þetta er mjög stór hluti, og ég held mér að fylgta hægri mönnum geti samsamað sig um það að það sé kannski komið gott af því að vera ekki að hlusta á þessa móðguðustu manneski öllum stundum. Sjálfstæðisflokkurinn hefur, það er svolítið síðan, en mér er samt ekki að gera nóg í því sko. Ég verð að segja eins og ég meina, af hverju er miðflokkurinn að ná jafn mikið og sjálfstæðisflokkurinn? Það er umhugsunarefni, og það sem er kannski eins og ég áhugavert er að sko að samfylkingin er ekki eins og sjálf að gera neitt annað en að segja bara, það er ekki ekkert að hafa opin landamæri og sterkt velferðarkerfi. Það er að segja sko sama stefna og margir af þessum reyndar öfga hægri flokkum í Evrópu, en svona hefðbundu flokkunum hefði fundist bara fyrir örfáum árum. En þetta verður allavega spennandi. Eina sem við vitum er að framtíðin verður hægri sinnuð og það er vinstri mönnum að kenna. Hvernig það mun koma til með að líta út og þróast verður allavega áhugavert. Mitt gisk er kannski að mun móta svona nýtti vinstri sem að mun ekki einskorðast við jaðarskoðanir og móðgaða aktivista. Ég held sko, ég ætla að vera búin með þetta, en ég sko, það er líka efnahagsáhrifin eru svo mikilvæg þáttur í þessu. Þú veist, þú getur ekki verið með einhver svona jaðar bullshit skoðanir. Þú veist, þetta er hægt þegar þú getur keypt þér húsnæði á 2% vöxtum eða eitthvað hannig. Skilur, þá er þetta bara dröttur sama. Það er enginn eitthvað að vera hoppa upp til handa fóta og vera að segja nei, stopp. En þegar 9,25% vexti, þá held ég bara að sé miklu erfiðara fyrir sko þessa öfgahópa. Þetta er náttúrulega öfgahópar. Þetta er alltaf að vera að tala um öfgahægri. En ég meina, er ekki bara öfgahægri allt sem er ekki öfgavinstri? Ég segi svona. Hérna ég vil kannski næstu loka, ég meina sjálfsögðu er samfélgingin ekki eins og þessir öfgahægri hópar í Evrópu. Ég veit alveg að þetta er hérna miklu, hvað ég var að segja, þeir eru miklu harðari sinna afstöðu til útlendingamála þessir flokkar. En það er svolítið áhugavert, af hverju heitir þetta öfgahægri ef þetta er sko flokkar sem eru svo ótrúlega ólíkir innbyrðis, eina sem er sameiginlegt eru útlendingamálin. Það kemur svolítið óvart. Ég meina, nasistar voru náttúrulega þjóðurnis sósíalistar, en samt eru þeir öfgahægri. Ég veit ekki hvernig þetta fyrir, en hérna þetta var miklu lengra heldur en ég ætla að hafa þetta stutt og laggott, en hérna svona er þetta stundum. Þið hafið það bara gott fyrir mig. Partus.is /1 pæling ef þú naust þess að hlusta á þetta. Ég fjármagnaði öllu leyti þetta hlaðvarp með því að fólk gerist áskrifundur þar, og í það minnsta vil ég biðla tíðin að hérna gera subscribe á þessa rás. Sérstaklega erum við að hlusta á þetta allt og vilt heyra meira af svona efni, þá þætti mér einstaklega vænt það. Hafa gott, góða helgi, frábært veður. Ég ætla að fara út. Þess vegna er ég líka svona sumalegur, ég glemdi að segja ykkur það. Ég er ótrúlega sumalegur út af því að það er svo gott veður. En nú er ég farin, bless.